og sumardagurinn heldur áfram að líða. Nú sem ég sit þar í kálgarðinum og að skemmta mér þennan sumardag og flugan að suða og það eggjahljóð í pútunum og netakompan hans afa míns á hálfa gátt og sólin skín af heiðum himni með eins mikilli birtu og sól fær skínið í þessu jarðlífi. Þá sé ég hvar maður nokkur kemur gangandi fram með kirkjugarðsmúrnum og að rogast með heldur en ekki byrði á herðum sér, úttroðin heiltunnu sekk. Maðurinn albógaði sig með pokann í gegnum krosshlíðið okkar, sem var ekki nema svo sem alinn á breidd. Svo ekki var að villast að hann var á leiðinni til okkar. Ég man reyndar ekki hvort ég kannaðist við hann þá, en ég kannaðist við hann hvenær sem ég sá hann eftir þetta. Það var einn af þessum streðlum sem þeir kölluðu eða liðléttingum og reri stundum með afa mínum, ellegar hjálpaði honum að gera fiski. Hann mun hafa átt lítinn bæinn í Skuggahverfi þó það komi ekki við mína sögum og búið við ómegð. Ég held hann hafi verið kallaður Jói í Steinbænum. Ég segi ævintýri hans hér af því mér hefur löngum verið að hugstætt og saga mín væri einhvern veginn ekki nema hálf ef ég héldi því ekki til haga. Ég ætla þó, umfram allt, áður en ég segi söguna, að taka mönnum vara fyrir því að halda að nú komi einhver stórtíðindi, ellegar efni í hetjukvæði. Nú leggur maðurinn frá sér pokann þar í húsasundinu og sest á hann og fer að þurrka framan úr sér svitann með erminni. Hann yrðir á mig, drenginn, og spyr svo: Er hann Björn formaður, afiðinn, viðlátinn? Þegar afi minn var kominn út úr netakompunni og fram í húsasundi þar sem sólin skein á fiskreistrið, þá stóð gesturinn upp af pokanum, féll á knébeð hjá byrði sinni, tók á hann hattinn sinn og fór að vinda hann, laut höfði og mælti svo: Ég stal frá þér þessum mó í nótt, Björn, úr móhlaðanum þínum hérna norðan undir hjallveggnum. Jæja, sagði afi minn, það var ljótt verk og ekki nema svo sem vika síðan ég gaf þér poka að mó. Já, mér hefur ekki heldur komið dúr á auga í alla nótt fyrir samvisku kvöl, sagði þjófurinn. Ég hafði ekki einu sinni lyst á kaffivatninu mínu í morgun. Ég veit, ég sé aldrei glaðan dag framar, fyrir en þú hefur fyrirgefið mér. Já, það verkurinn, sagði Björn í Brekkukoti. En reyndu þó að standa í fæturnar rétt á meðan við tölum saman og setja upp hattinn. Mér finnst ég muni aldrei framar geta staðið upp á ævi minni, sagði þjófurinn, og þaðan af síður sett upp hatt.
Afi minn tók hátíðlega í nefið. Já, það er ekki von þér sé létt í skapi eftir annað eins verk og þetta, sagði hann. Má ekki bjóður í nefið. Hafðu sæll boðið, sagði þjófurinn, en mér finnst ég eigi það bara ekki skilið. Jæja, þá það geið mitt, sagði afi minn. En í svona máli þarf ég að hugsa mig um. Viltu ekki gera svo vel og ganga í bæinn og drekka bolla af kaffi meðan við tölum saman? Þeir skildu þýfið eftir í miðju húsasundinu, gengu inn og sólin skein á mópokann. Þeir gengu til stofu. Fáðu þér nú sæti og sýnda þér kæti, sagði afi minn. Þjófurinn lét bögglaðan hattkúfinn sinn undir stólinn og settist. Já, þetta er nú meiri blessu tíðin, sagði afi minn. Ég held að hefi gefið upp á 100 dag síðan sumarmál. Já, sagði þjófurinn, það er mikil blessu tíð. Ég hef sjaldan augum litið þvílíka vor ísu og í vor, sagði afi minn, rauð í sárið og angandi. Já, þvílík blessuð ísa, sagði þjófurinn. Eða þá sprettan í túnunum, sagði afi minn. Já, það er nú líkast til, sagði þjófurinn, þvílík spretta. Amma mín stóð þeim fyrir beina. Þeir héldu áfram að ræða tíðina til sjós og lands, milli þess sem þeir sötruðu kaffið. Þegar þeir voru búin með kaffið, stóð þjófurinn upp og þakkaði fyrir sig með handabandi. Hann tók hattinn sinn upp úr gólfinu og bjóð sig til að kveðja. Afi minn fylgdi honum út í húsasundið aftur og þjófurinn hélt áfram að þæfa hattinn sinn milli handana. Ætlaðirðu kannski nokkuð að segja við mig áður en ég fer, Björn minn, sagði þjófurinn. Nei, sagði afi minn. Þú hefur unnið það verk sem Guð getur ekki fyrirgefið. Þjófurinn varp öndinni og sagði lágt. Jæja, Björn minn, ég þakka þér innilega fyrir kaffið og vertu sæll og Guð styðji þig í bráðalengd. Farðu sæll, sagði afi minn. En þegar gesturinn var að fara út krosshlíðið með hattinn sinn, kallaði afi minn á eftir honum og sagði: Æ, viltu ekki taka með þér pokann þarna á það sem í honum er geið mitt? Mér stendur á askotan sama einn mópoka. Þjófurinn sneri við í krosshlíðinu, kom og rétti afa mínum höndina aftur í þakklæti skyni, en mátti ekki mæla. Hann beygði af meðan hann sett upp hattinn. Síðan axlaði hann mópokann að nýju og mismunaði sér með hann út krosshlíðið sömu leið og hann var kominn á þessari blessaðri tíð. 3. kapítuli. Sérstakur fiskur. Nú hefur verið sagt frá því hvernig afi minn var rétt trúaður maður án þess honum dytti þó í hug að biðja
Guð að taka sér mennina til fyrirmyndar eftir þeirri einkennilegu bæn Faðirvorsins, þar sem segir: fyrirgef oss svo sem vér og fyrirgefum. Afi minn sagði hreinlega við kallinn í steinbænum: Guð getur ekki fyrirgefið þér. En mér, Birni í Brekkukoti, stendur á andskotan sama. Þannig mér ekki grunlaust að afi minn hafi átt sérstaka gjaldskrá yfir flesta hluti sem fyrir kunna koma í lífi fiskimanns. Þessu til áréttingar skal ég nú minnast lítillega á fiskimál, eins og þau mál horfðu við hjá okkur, eða réttara sagt siðalögmál í sambandi við fisk. Segja má að hugmyndir afa míns útgerð hafi átt sér aðeins takmarkaða stoð í því þjóðfélagi óðfara breytiþróunar sem á æskudögum mínum tók við fyrir utan Krosshlíð í Brekkukoti. Hitt er annað mál að enn var ekki þar komið að við yrðum áþreifanlega vör við þetta félag sem var að byrja að ólga í kringum okkur. Að minnstakosti get ég fullyrt að ég er alinn upp við mat á peningum sem er allfjarri bankaskráningu. Ég held að okkar skráning hafi átt rót sína að rekja til þeirrar skoðunar afa míns að fé sem menn telja sér væri óleyfilega samandregið, eða það sem kallað var áður fyrr falsaður steðji, ef það færi fram úr meðaltekjum vinnandi manns. Og þannig væru allar stórar fúlgur í ósamræmi við skynsamlegt vit. Ég man að ég heyrði hann iðulega segja að hann tæki aldrei við meira fé en hann hefði unnið fyrir. En hverju vinnur maður fyrir? Mun margur spyrja. Hversu mikið á maður skilið að fá? Hve miklu má fiskimaður taka á móti? Hér er nú hætt við að komi heldur betur til Teits og Siggu. Nú á dögum myndi hver sá maður sem hafnar verðskráningu bankans verða að leysa flóknar siðferðilegar gestaþrautir upp á sitt eindæmi oft á dag. En ekki virtust þær gátur vefjast fyrir afa mínum né valda honum áhyggju. Vandamál sem flestum mönnum myndi virðast upphaf síflækju leysti hann mikilsti hugsunarlaust. Með samskonar öryggi og svefnganga þræðir sig einhvers staðar nær miðju í 60 hengiflugi. Já, mér liggur við að segja með samskonar virðingarleysi fyrir náttúrulögmálunum og afturganga sem fer í gegnum heilt. Ég var ekki gamall þegar ég komst á snoður að sumir fiskikallar voru afa mínum sárir af því hann seldi stundum nýja soðningu ódýrra en aðrir menn. Þeir kölluðu ódrengilegt að etja með lægri boðum kappi við góða menn. En hversu mikils virði er ein rauðmagi? Og hversu virði er pundið í sunni? Þetta er kolinn. Það liggur kannski næst að svara þeirri spurningu og segja, ja, hvað kostar sólin, tunglið og stjörnurnar? Ég gerir ráð fyrir að afi minn hafi svarað þessu svo með sjálfum sér, undirskilvillega, að rétt verð
til að mynda á rauðmaga, sé það verð sem kemur í veg fyrir að upphrúgist hjá fiskimanni peningar umfram það sem hann þarf til nauðsynja. Eftir hagfræðilegu lögmáli hneigðust menn til að hækka verð á fiski þegar afli var tregur eða dauð var ekki eftir. Allir nema Björn í Brekkukoti. Kæmi einhver til hans og segði: ég skal kaupa þér allt sem þú hefur á börunum í dag, við helmingi eða jafnvel þrisvarsinum herra verði en vantar. Þá leit hann með tómlæti á þennan mann, slíkt boð gerði, og hélt áfram að vega í reislunni sinni 1 og 1 pund, ellegar afhenda mönnum 1 og 1 rauðmaga upp úr börunum eftir því hvað hver þurfti í soðið, og við sama verði og venjulega. Nú komu þeir dagar afli var nægur og geftir góðar og yfirrið framboð af allra handa góðfiski. Þessum dögum fjölgaði æ því meir sem lengra leið, einkum eftir að þilskipin voru farin að ausa upp fiski í stór förmum út í flóanum, að ég ekki nefni togarana. En þegar ört var framboð og flestir fiskimenn þóttust tilknúðir að lækka fiskverð sitt á götunni, þá hvarflaði aldrei að afa mínum að lækka sig. Heldur seldi hann afla sinn við sama verði og hann var vanur. Og þá var fiskurinn orðinn langdýrastur hjá honum. Þannig afneitaði afi minn, Björn í Brekkukoti, grundvallar atriðum hagfræðinnar. Þessi maður bar í brjósti sér dularfullan mælikvarða á peninga. Var þessi mælikvarði réttur eða rangur? Var kannski mælikvarði bankans réttari? Eða mælikvarðin hjá Guðmundsens búð? Vel má vera hann hafi verið rangur hjá afa, en þó ekki rangar en svo að flestir sem höfðu vanist á að kaupa hjá honum fisk upp úr hjólbörunum hans, þeir komu til að versla hjá honum aftur. Líka þá daga sem fiskur var dýrari hjá honum en öllum öðrum mönnum. Hvar sem var í bænum heyrðist þeir í skoðun haldið fram, jafnvel inn undir Árna Póst og meira að segja allir upp í Mosfellssveit, að fiskurinn hjá honum Björn í Brekkukoti væri ljúffengar en annar fiskur. Menn trúðu því að Björn í Brekkukoti drægi með einhvernum dularfullum hætti betri og fallegri fiska upp úr sjónum en aðrir menn. Og þess vegna vildu allir kaupa fisk hjá Björn í Brekkukoti, einnig þá daga sem fiskurinn var dýrari hjá honum en öðrum mönnum. Fjórði kapítuli. Hvers virði er Biblían? Nú hef ég rætt nokkuð fisk, en ég enn ekki farin að tala Biblíuna. Ég get ekki skilist við þetta mál án þess að minnast lítillega á verðgildi Biblíunar hjá okkur. Afi minn, Björn í Brekkukoti, var engin bókamaður. Ég vissi aldrei til hann læsi bók utan húslestrarbók eftir Jón Vídalín biskup. Nema ef telja skildi hann renndi stundum augum yfir auglýsingar í foldinni. Þennan Vídalíns lestur las hann á hverjum sunnudegi upp úr hádeginu. Hann las oftast rétt en stundum skakt. Aldrei beinlínis vel, en lagði áherslu einkum á tvennt: að draga rétt seiminn í lestrinum og í annan stað hlaupa ekki yfir þær tölur þar sem gerðar grein fyrir bók, kapítúl og vessi sem í var vitnað úr heilari ritningu, stundum oft í hverri setningu.
Þó las hann aldrei þessar skammstafanir í málið. Heldur sagði til dæmis Mark, Róm, Kor, Habak. Hann hefði heldur aldrei raðtölu á þeim númerum sem jafnan fylgdu ívitnun og skeytti ekki kommur en í önnur teikn sem stóðu milli talna. Í staðinn fyrir að lesa til dæmis fyrsta bréf til Korintumanna 13. kapítula 5. vessi, þá las hann 1 Kor 135. En honum skeikaði sem sé aldrei í þessu sérstaka lestrarlagi sem fólk hér fyrr meir hafði við Guðs orð, þessum tilbreytingalausa og hátíðlega tóni með hárri rallegu og hrapi sem endaði í kvarttóni í lok setningar. Þessi lestur bar engin veraldleg merki en var dálítið í ætt við talanda hjá sumu geðbiluðu fólki. Sá listamaður ekki lengur fæddur á Íslandi sem kunni þennan tón. Mér með öllu fyrirmunað að segja hverjar hugsanir vöknuðu hjá afa mínum Birni Brekkukoti við þessar ívitnanir postillunar í forna sérvitringa úr Miðjarðarhafsbotnum, að viðbættri þraut kerfaðri guðfræði þýskra sveitamanna eins og hjá meistara Jóni. Margir mundu telja andlega starfsemi eins og lestur hans innan tóman formhengilshátt. Mér eyður sær að ég heyrði hann aldrei víkja orði að neinu því sem stóð í postillunni. Né varð ég var við aðrar guðræknisiðkanir af hans hálfu en þennan sunnudagslestur. Mér hefur ekki heldur tekist að hafa upp á neinum þess minnist að hafa heyrt Björn í Brekkukoti vitna í kenningar guðfræði, siðfræði, eða heimspeki eftir postillunni. Mér hulið hvort afi minn tók mark á öllu sem stóð þarna, eða öngu. Hafi hann trúað því öllu, var hann líkur þeim guðfræðingum sem geyma guðfræðin einhverstaðar í lokuðu hylki í heilanum. Eða kannski öllu heldur þeim ferðamönnum sem hafa með sér jóðáburð í glasi í farangri sínum og gæta þess að búa vel tappan svo ekki fari niður og dótið fordjarfist. Ég held, ef satt skal segja, að hann Björn í Brekkukoti, afi minn, hafi ekki orðið öðruvísi maður í nokkru því sem máli skiptir þó hann hefði lifað hér á landi í heiðni. Ellegar átt heima einhverstaðar þar á jörðinni sem ekki lesin postilla, heldur trúað á uxan Apis, guðin Ra, ellegar fuglin Kólibrí. Af því sem að framan greinir, þá gefur auga leið að við vorum ekki bókafólk. Bóklestur var hjá okkur aðalega framinn af gestum sem sjálfir höfðu með sér bækur. Stundum voru það sögur sem þeir lásu upphátt fyrir fólkið, ellegar þeir tóku sig til og kváðu rímu. Oft skildu nætur gestir eftir bækur hjá okkur, sumir létu þeir upp í næturgreiðan og þannig myndi bókasafnið okkar hafa orðið til, þessi litli og ósamstæði reytingur. Að þessu mun ég víkja síðar. En þó ýmsar bækur hefðu orðið innlyksa hjá okkur, þá uppgötvaðist ekki að við í Brekkukoti vorum biblíulaust fólk fyrir en að Þórður kallinn skýrari fór að vera hjá okkur. Og ég þá loks komin að því efni sem nú var mér efst í hug. Það kunnar frá þurfi að segja
að eftir íslenskri verðskrá fornri kostar biblían sem svarar kvígildi. Og þá er átt við snembæru, ellegar 6 ær, loðnar og lemdar. Verðið stendur á titilsíðu þeirrar biblíu sem prentuð var í Afdal nokkrum hátt til fjalla á Norðurlandi árið 1584 og hafa Íslendingar sem kunnugt er aldrei trúað annarri biblíu en þeirri. Sú biblía er gerð með listilegum bókahnútum og útskornum þrykkimyndum og er 10 merkur á þyngd og einna líkust rúsínukassa í laginu. Þessi bók hefur jafnan verið til í skárri kirkjum á Íslandi. Það var einu sinni sem oftar að sumri til að gest bar að garði í Brekkukoti og sagðist hann vera kominn hingað á dampskipinu. Hann var síðan gestur okkar nokkrar vikur í senn, 2 eða 3 sumur eftir það. Mér er í minni hvar þessi maður kemur gangandi veginn meðfram kirkjugarðinum í prestafrakka, eins og prins Alberts frakkar voru kallaðar á Íslandi, og með harðan hatt að því tagi sem nefndir voru hálfkaggar til aðgreiningar frá heilköggum en svo voru pípuhattanefndir. Þessi maður var með gútta perkaflibba kræktan saman í hnakkanum. Þetta var hann, Þórður kallinn skýrari, eða eins og hann kallaði sig, Þórður baptisti. En það sem kom mér til að halda að hér væri nýr móðþjófur á ferðinni, voru þau kinduheit að þessi frakkaklæddi maður, sem var að öllu leyti eins og heldri maður til sýndar, bar á baki sér strigapoka, úttróðinn af einhverju sem mér sýndist vera mókögglar. En það er skemmst frá að segja að það var ekki mór sem hann bar á bakinu, heldur eintómar biblíur. Annan farangur hafði hann ekki. Ekki skal ég segja hvernig á því stóð að frakkaklæddur maður sem kom á sjálfu dampskipinu utan úr löndum skildi óðar steðja suður eftir til okkar í þetta moldarhús á ystu mörkum heims menningarinnar, þar sem hugsu fíflar á þakinu. Í staðinn fyrir að draga inn á Hótel Dísland, þar sem hann hefði sómt sér vel innan stórhöfðingja